Starfsemi fjölsmiðjunar á Suðurnesjum ansi merkileg og ekki síður nauðsynleg í nútíma samfélagi en hún var stofnuð árið 2010. Stofnendur voru Rauði kross Íslands og Suðurnesjadeild hans, Reykjanesbær, Vinnumálastofnun, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis og félag iðn- og tæknigreina. Helstu markmiði eru að hjálpa ungu fólki á aldrinum 16 til 24 ára að finna sitt áhugasvið, öðlast starfsreynslu og auka þar með möguleika á þáttöku í atvinnulífi eða komast í nám. Fleiri mannbætandi þætti mætti nefna meðal markmiða en 200 ungmenni hafa verið undir handleiðslu fjölsmiðjuna frá opnun og nú nýlega voru 2 ungmenni að ljúka stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja eftir að hafa hafið þann veg í fjölsmiðjunni. Í fjölsmiðjunni kompan sem nytjaverslun og nýjasta afurðin reiðhjólavestæði. Þorvarður Guðmundsson stýri málum á staðnum og við hittum hann í fjölsmiðjunni og ræddum við hann starfsemina. Þorvarður, þetta orðið þessi merkileg starfsemi hérna. Já, það rosa margt í gangi hérna. Þetta náttúrulega atvinnusetur eða vinnuþróunarsetur fyrir krakkar sem hafa lent í óvirkni eða dottið út af vinnumarkaði eða eitthvað slíkt og þeim vísað til okkar frá félagsþjónustunni og Vinnumálastofnun og frá upphæður búin að fara hér hátt í 200 krakkar í gegn. Eru 22 hérna núna á aldrinum 16 til 24 ára og eru bara hér í þjálfun við það að bæði það að komast í virkni og æfa sig á atvinnumarkaði. Hver eru helstu verkefni hérna? Þið rekið hérna verslun og eitthvað meira? Það náttúrulega kompan svona sýnilegi hlutin af okkar starfsemi. Það eru rosalega mikið, þessi nytjamarkaður hefur náttúrulega stækkað og það eru rosalega mörg störf, svona starfsþjálfunarstörf sem tengjast þessu, bæði í afgreiðslu og undirbúningu og annað slíkt. En kompan það sem hefur haldið okkur á floti og við njótum þess að fólk á Suðurnesjum mjög velvilji í okkar garð. Við fáum rosalega mikið af góðum munum sem við svo seljum. Sem að fólki á Suðurnesjum að gefa okkur? Já, bara fólk og fyrirtæki að gefa okkur, að styrkja okkur með þessu. Og það er komið svo gott, þróast mikið að fólki fara að hugsa það vill ekki henda hlutunum. Þannig að frekar að gefa eitthvað framhaldslíf hjá einhverjum öðrum. Og bara hvað sem þetta ekki eitthvað sérstakt í að þeir eru með talsveit af húsgögnum og hvað með geisladiska, bækur? Í rauninni bara allt svona sem tengist heimili og slíku nema fatnað. Fatnaður og skór fyrir Rauða krossinn, en við erum með eins og sér húsmuni, húsgögn, skrautmuni, við erum með geisladiska, plötur, DFD-diska, mikið af bókum, seljum hellinga bókum og þannig að þetta bara svona flórum. Við fáum óbúslega mikið af góðum vörum, barnakerrur, reiðhjól og fleira sko. Og það sendibílar í gangi allan daginn, alla daga að ná í vörur og fara heim fyrir fólk. Þannig að fólk hringir og með sófasett sem vill gefa ykkur og þið komið og náið í það eða skápinn? Já, þá komum við og þá meta krakkarnir sem eru á bílnum, það alltaf 3 nemar á bílnum. Þau meta og ef þeir líst ekki ástandi þá bara annarkvort afþakka við kurteislega eða hafa samband við okkur. Og svo kemur fólk líka bara mikið með til okkar. Þannig að það svona hvort tveggja, svo bjóðum við upp á það að keyra heim fyrir fólk þegar það er búið að versla. Þannig við erum alltaf háðið einhverjir nemar séu með bílpróf og bílinn stoppar nánast aldrei. Við fórum í fyrra yfir 1400 sendingar fram og tilbaka með vörur. Og hverjir eru svo viðskiptavinir í fjölsmiðjunnar? Það svona rosalega fjölbreyttur hópur. Það náttúrulega hérna fastagestir sem koma alltaf bara snemma á morgnana og eru hérna leita bara að fylgjast með einhverjum ákveðnum hlutum. Það eru safnarar. Svo það bara almenningur. Það náttúrulega fólk sem að stofna heimilisfesti hér, að stofna nýtt heimili. Ungt fólk sem að byrja og svo eru fann að fá svolítið svona hópa á Reykjavík, fólk á Reykjavík sem kemur. Orðspori hefur borist, Facebook síðan hefur skilað rosalega miklu á Instagram. Þannig að við erum að sjá hérna alltaf nýtt fólk í hverju viku. Þetta lítur að vera svolítið gefandi starf. Já, bæði gefandi og mjög krefjandi. Og þetta snýst náttúrulega bara, þetta sýnilegi hluti sem við erum að tala hérna núna. Þetta snýst það að koma krökkum áfram í lífinu og rjúfa þessa óvirkni og einangrun. Þetta allt, eins og hérna hjá okkur, bara flotti krakkar sem að þurfa bara aðeins smá aðstoð til að komast áfram. Það eitthvað sem hent í þeirra lífi, eitthvað sem gerst, þannig að þau hafa dottið úr gírnum. Og okkar hlutverk að taka þau aðeins og að okkur og finna styrkleikana. Við vinnum út frá styrkleikum, við vinnum út frá jákvæðri styrkingu og svo býðst þeim að fara í markþjálfun hjá mér ef sá viljið til og það hafa margir gert það. Þannig við erum svona með þetta einstaklingsmiðað á hvern og einn. Og það gaman að segja frá því, við erum að tala nemana að það voru 3 í FS í vetur, 3 í grunnmenntaskólanum
og fjölmargir sem fóru á námskeið á vegum MSS og fleiri. Þannig að það svona líka þessi fræðslu hluti hjá okkur sem mjög mikilvægur. Og maður sér það talsvert af útlendingum líka sem koma. Já. Þeir eru náttúrulega fjölmenni hérna á svæðinu. Já, það bara eiginlega eins og samsetningin á íbúum hérna og þeir náttúrulega margir að festa sér rætur hér og byrja á þessu og kaupa sér hérna hjá okkur og eru vön þessari markastemmingu, nytjamarkastemmingu að heiman. Og við þurfum svona aðeins að venja þetta til dæmis að prúta ekki. Hér rennur allur afgangur, allt það sem eftir verður rennur til þess að halda þessum stað gangandi sem rosalega mikilvægt fyrir ungt fólk á þessu svæði. Já. En maður sér að þið eru með lágt verð, hagstætt verð, þannig að þið segir við erum ekki að prúta hér og þetta bara lágt verð. Við viljum frekar hafa það þannig og það rosalega óþægilegt þegar nemarnir okkar í afgreiðslunni sem stórt skref að fara kannski með félagsfælinu og ætla að fara að vera í afgreiðslu, það rosalega mikil áskorun. Ef þú lendir svo í því að það fara að þrefa við verðu á öðru tungumáli, því miður nokkrir Íslendingar gera þetta líka, en við reynum að halda verðinu sanngjörnu af því okkur berst líka mikið þannig að það stoppi ekki of lengi við. En þannig að þetta sérst ný starfsemi hjá ykkur reiðhjóla verkstæði? Já, þetta bara viðbót við það sem fyrir var og við erum að vonast með þessu bæði þá stækkuðu viðskiptavinahópi hjá okkur, gerum nýja viti eða fá nýtt verkefni sem höfðar kannski eins og til, við erum langmesta strákum og þeir eru margir mjög færir í þessu og líka það að kannski lækka þröskuldin, þetta annar hópur heldur að versla í nytjamarkaðnum, þannig að það verður svona meira rennir í af fólki og svo þetta náttúrulega líka bara til að svara þörf, það vantar hér á þetta svæði. Þannig að við ákveðum að kaupa lager hjólabúðarinnar í fyrra þegar okkur bauðst hann, söfnuðum styrkjum fyrir helmingnum og létum vaða. Svo setti COVID smá strik í reikningin, þannig að við gátum ekki opnað þeim tíma sem við ætluðum opna í mars. Þannig að við erum núna komin á stað, réði nýjan verkstjóra daginn sem vanur hjólamaður og vikiramaður. Þannig að þetta að rúlla og fer bara vel af stað. Það bara, við ætlum að hafa þannig að það bara pantaði tími. Við höfum ekki húspláss til þess að geyma hér 20, 30, 40 hjól, heldur fólk bara panta tíma og sækjur þá koma aðrir til að ná svona utan umfangið. Og þetta allar svona bara að við gerum það á öllu, já. Og það maður hefur séð að það veruleg aukning á hjólum á svæðinu. Já. Það svolítið gaman að segja frá því að hvatningin kom, við heldum svona stefnumótunarfund 2018 og þá kom fólk svona beðið alls konar hugmyndir og þetta eitt af því sem kom hvað sterkast inn. Og það var rosa gaman að geta svo framkvæmta, að fá tækifærið og við fengum mikla hvatningu þegar þetta barst út hjá þessum fólki sem á hjólinu allan ársins hring, á nagladekkjum allu. Og hér starfsemi allan ársins hring, við lokum ekkert nema bara jól og páska. Þannig að við vonandi mætum þá þeirri þörf sem við höldum að sé þarna úti. Þið eru ekki að fara í að selja ný hjól? Nei, en við ætlum að vera með varahluti. Við eigum svolítið mikið varahluti, lager, slöngur, dekk, bögglaber og allt þetta, handföng og svona. Við ætlum að selja það, en við ætlum ekki að fara að liggja við lager, það alltaf dýrt fyrir okkur. Þannig að þetta bara gríðarlega fjölbreytt starfsemi hjá okkur í Fjölsmiðjunni og svona sérlega, við getum sagt svona ánægjuleg. Já, þetta er rosalega lifandi vinnustaður. Hér kemur náttúrulega mikið nýju fólki og sumir stoppa stutt og aðrir eru lengur. Við sjáum miklar framfarir hjá fólki og við erum til dæmis með einn af aðalverkstjórun hjá mér, ég er með 3 verkstjóra, einn þeirra var nemi hér og bara þroskaðist og sneri við blaðinu og einn af mínum aðalmönnum í dag og við stóðum bara 2 vaktinni í COVID og rosa gaman að sjá þessa breytingu sem verður á krökkunum og við eigum krakka hér í mörgum fyrirtækjum sem hafa farið í gegn hjá okkur og fyrir utan þetta sem ég er búin að telja sem nytjamarkaðurinn og sendibíllinn og hjólaverkstæðið þá erum við líka að laga húsgögn sem okkur bera sem eru kannski góð standið þurfa eitthvað aðhlýningu og þar er ég með sjálfboðaliða sem húsgagnasmiður og svo bara undir okkar verkstjórn og svo líka rekimötuneytið fyrir krakkana. Þannig að þetta bæði svona eins og náttúrulega almennu vinnustaður og líka svolítið svona eins og skóli. Og fræðsluþátturinn alltaf mjög mikilvægur hjá okkur að miðla til þeirra og fá þeir til að fara héðan út inn í skóla og það eru krakkar sem eru bara í námi, sem ég segði áðan, og það er hlut þeirra vinnu framlag og þá er ég inn í öllum þeirra málum. Og það er eitthvað sem mér finnst vera svona gaman að sjá stækka og góð tengsl við þessar stofnanir sem eru að taka þau að sér.